Og ef við ekki bara byrja þér Olga, af því þú ert svona, situr hérna og bíður eftir að fá að byrja að svara. Það sem okkur langar bara svona kannski að byrja og væri með barna- og íþróttastarf, með barna- og unglingastarf á Íslandi. Er það orðið óskipulagt? Með að við erum öll hérna yfir 50 að tala í gamla daga og fórum bara út að leika. En í dag það minna en það, ég ætla ekki að segja þessi búið, en það orðið óskipulagt í dag? Þið með öll hugsa svarið eitthvað svar. Já, ég ætla bara að segja já og nei. Það hefur þróast yfir það að verða svona skipulagt út af því að mömmurnar og pabbarnir eru svo upptekin. Og ef þau eru ekki með allt í símanum og allt planið skipulagt og þau eru ekki með sportabler eða XPS eða hvað sem fór að deyta og það stendur nákvæmlega hver og mæta hvenar og þau fór ping á mun eftir sundfötum eða íþróttafötum, þá fer allt í skrúfuna. Þannig var það ekki í gamla daga. Því að ég er eldgömul, búin að vera í íþróttum, starfa í íþróttum síðan 1993. Þá fór maður, eins og þú sagði, bara út að leika og út á völl og mína fyrstu minningar upp á frjálsíþróttavelli og svo kom maður bara heim þegar maður var svangur og var með lykil hálsinn. En það er ekki þannig í dag og þess vegna held ég að við séum að vissu leyti neydd til þess að vera svona skipulögð til þess að koma öllum börnunum fyrir. Ég meina við erum að þú veist, ég gæti sótt í logistics í einhverju rútufyrirtæki því að ég veit ekki hvað ég er búin að skipuleggja mörg tímaplön á frístundavagni, skiljið. Í Kópavogi erum við með 3 frístundavagna og hverju sumri erum maður að endurbæta tímatöfluna til þess að hún virki fyrir öll börnin í Kópavogi til þess að komast í þær íþróttir og tómstundir sem við vilja. Þannig að foreldrarnir þurfi ekki að hafa áhyggjur af þeim. Þau fara bara í skólan klukkan 8 og svo eru þau búin í íþróttum 5 og þá geta þau sótt. Þannig að þessar vissuleyti erum við neydd í þetta skipulag. Já, Sævar, hvað segir þú? Já, ég tekur svo sem aðeins undir þetta hjá Olgu. Ég held bara að íþróttafélagin séu bara aðlaga sig að breyttu samfélagi. Við erum, ef við förum aftur þessar gömlu góðu dagar sem þú ert að tala að þá var þetta miklu frjálsara. Æfingar hjá íþróttafélagum voru yfirleitt að hefjast 4. Þú æfðir fleiri íþróttir því að fótboltinn var stundaður í 5 til 6 mánuði á ári, handboltinn í 6 og þú rúllaðir á milli. Í dag eru flesta greinar orðnar 11 til 12 mánuði á ári. Samfélagið kallar á okkur í íþróttahreyfinguna að samþætta nám og íþróttir barna. Við förum eins og Olga segir með rútur í skólan upp á 1:30, náum í börnin til þess að keyra þau í íþróttirnar og skilu þeim svo jafnvel aftur. Þannig að þetta er bara líka þróun sem hefur orðið að beiðni samfélagsins. Það er búið að breyta svo mikið bara hjá okkur. Ég hugsa að þrátt fyrir við tölum allar stundina þess að við æfðum hérna í gamla daga og fórum út að leika að börnin okkar almennt í dag eru örugglega fleiri klukkustundir í íþróttum. Vandamáli er kannski að út af því að íþróttagreinar eru búin að lengjast og orðnar tímafrekari að þá eru börn því miður farin að velja of snemma eina íþrótt sem væri kannski miklu meira sem við svona hreyfing ættum að reyna að finna lausn á og það er að segja hvernig getum við leyft krökkunum að upplifa fleiri en eina grein, fjölbreytileika og svo framvegis þannig að þessi meiri líkur og endist lengur í íþróttinni. Vala, í Val, þú ert íþróttafulltrúi þar. Þú aðeins yngri en við. Aðeins. Það var samt þegar ég byrjaði hérna í íþróttum að þá var svona blogg síðan og maður til bara kommenta undir bloggi, bara mæti ekki, eitthvað svona. Þannig að ég er alveg með aldur, sko. En hvernig gengur hjá ykkur í Val að? Sko, ég er bara alveg sammála þeim báðum og ég held að það sé bara í rauninni bara kröfu frá samfélaginu það að við þurfum bara að vera skipulögð, þú veist, bæði með rútu og líka stundatöflu og akkurat þetta að við viljum að krakkarnir okkar sé í fleiri en einni grein eins lengi og hægt er og þá þarf maður líka akkurat að fara að hugsa stundatöfluna sína út frá því að það sé ekki vera að rekast við aðra greinar og þetta og hitt þannig að krakkarnir geti verið eins lengi og hægt er í bara eins mörgum greinum og þau vilja. Þannig að já, svona þetta er já og nei spurning líka á mér. Já, mitt, hún er. Arnar? Ég bæti ykkur við. Hérna, já, svona já. Nei, ég held að þetta ekki miklu við þetta að bæta. Ég tek undir þetta sem þau eru búin að segja hérna og stór partur af þessu mikla skipulagi í kringum íþróttunar er að við viljum að krakkarnir séu í
fleiri en einn íþróttagrein. Við erum svolítið að kalla eftir og við höfum verið að fjalla þess það inn í dag, en á sama tíma þá hefur tímabili verið að lengjast, bæði ef við vorum að handbolta og fótbolta, þetta er orðið, þurfa að vera orðið 11 mánaða sport á ári til þess að þetta sé að ganga upp, en það er skipulagið, en á sama tíma get ég sagt líka að inn í þessu mikla skipulagi eru við ofta tíðum ekki nægilega skipulögð og þá er ég svona að horfa bara hvernig við erum þá innan einstakra sérsambanda í ákveðnum íþróttum að skipuleggja svo allt þetta skipulaða starf fyrir krakkarnir okkar. Og ég held að þar getum við gert mikið betur. Af því þú ert með Maginn, ég frétti að þú verið mikið að pæla í menntun versus íþróttaiðkun. Já. Hvað er svona þínar, segðu okkur meira frá því sem þú ert að hugsa tengsl við það? Ég sko er búinn núna að vera að þjálfa duglega stelpur að landslið kvenna í handbolta sem að eru, og ég er bara rekist á það eru miklir árekstrar, það er nudd, það er skipulagið og það er skipulagsleysi í skipulaginu, að við erum bara einfaldlega með óbúslega mikið álag á þá þessar stelpur sem að mér finnst að miklu leyti vera algjör óþarfi. Og þá komum við kannski að því aðeins á ef við horfum á hann aldur, við eigum til dæmis tölur yfir stelpur sem eru fæddar 2006 þegar þær fara upp í framhaldsskóla, þá er það að svipuðum tíma að fara upp í 3. flokk hjá okkur í handboltanum. Á þessum 3 árum sem þær eru í framhaldsskólanum þá er brottfall 49%. Og ég auðvitað margt í okkar starfi sem við þurfum að skoða og þurfum að velta fyrir okkur, en á þessum sama tíma eru þær í framhaldsskóla sem er búið að stytta niður í 3 ár sem er álag og kallar á tíma, og á sama tíma eru við að reyna íta í það að stunda sína íþrótt 100% og þessar stelpur vilja gera vel allstaðar, vilja vera með 10 í öllu og vilja vera með 10 í öllum æfingum líka, og þetta er bara óbúslegt álag sem að kostar brottfall. Við höfum svolítið verið að vinna með það núna og við höfum svolítið að hvetja þessar stelpur til þess að hægja hans á sér. Og ég vil meina að okkur líkur ekkert á að henda þeim hvort sem það er stelpur að straka út í lífið 21 árs sem verkfræðingar eða viðskiptaverðingar. Hvað farið þau að gera? Farið þau á hjólið og binda spöngunum einhverjum ástasamböndum 8% vöxtum? Hvað líkur á? Þannig að við höfum svona verið að reyna að fá þau til þess að bæði að horfa þá á framhaldsskólan taka þann á 4 árum og það háskólan á 4 árum líka, og ég held að það sé svolítið sameiginlegt verkefni sem við eigum að taka út úr þessu hérna þegar við erum með MFI og við erum Íþróttabandalag Reykjavík og við erum með fullt af forkólum hérna. Við förum svolítið að normalisera það að þessi krakkar okkur sem eru afreks að þau hægja á sér. Það megi. Að þú ert ekkert lélegri, þú ert ekkert verri. Að það sé bara eðlilegt. Og það er svolítið svona verkefni sem við erum að fara í, að við viljum valdefla þessar stelpur á mjög, margan hátt, en að valdefla þá þannig að þeim finnist það bara allt í lagi, að þær séu það stórar að þegar þær kom inn í framhaldsskólakerfið eða háskólakerfið, að þá séu bara svolítið stoltar að það segja strax, ég ætla að taka þetta 4 árum. Ég er hérna í afreki, ég ætla að verða afreks, og þess vegna finnst mér bara eðlilegt að þetta sé tekið á 4 árum. Ég megi slaka. Já, ég get tekið allan fundin í þetta. Já, ég ætla að stoppa þig. Ég ætla samt að fá að setja eitt í viðbútt, því að ég hef verið að skoða þetta, og bara helgina þegar ég fyrir að undirbúa mig undir þetta þá rakst ég á leiðbeiningar frá Evrópusambandinu sem að eru í raun og veru frá 2012, þar sem að er verið að leiðbeiningar fyrir það hvernig við skulum koma fram við ungt íþróttafólk og mæta þeirra kröfum í skólakerfinu. Þetta er búið að innleiða mjög víða. Þetta er það sem við höfum séð í Svíþjóð, Noregi, Danmörku, við eigum þetta frá Frakklandi og við erum ennþá hérna, þannig að ég skammist aðeins líka, 13 árum seinna eftir að þetta er innleitt eða þessar leiðbeiningar eru gefnar út, við erum bara ekki nálægt þessu hérna heima á Íslandi. Nei, við erum alltaf að miða okkur við eitthvað sem að svo gerum við ekkert í því. Já, við erum með þessar leiðbeiningar frá Evrópusambandinu, það er verið að tala um það hvernig við eigum að í raun og veru hvernig við eigum að gefa okkar íþróttafólki eins mikið plattform í kringum skólan á þess að gefa þeim einhvern afslátt. Þetta er bara spurning hvernig hliðrum við til og hvernig stillum þessu upp þannig að þessi krakkar fái að vera afrekskrakkar. En við höfum raun og veru ekki gert neitt í þessu í allan þennan tíma. Ég er svona að leiða þetta að henni Olgu. Já.
Olga, þú hefur mikið verið að pæla í því í Gerplu og í fimleikunum, verið að spá í, nú fimleikarnir þekkti fyrir það að æfa nógu mikið og ég man það maður var með stelpurnar mínar ungar þá bara á maður að fara með þær í fimleika. Ég vil nú hitta þær öðru hvoru. Hvernig, nú þið hafið verið að spá mikið í þetta? Já. Ekki það þær hefðu aldrei farið í fimleika því þær voru bara með bolta. Þannig að ég slapp. Þú ert bara að stýra þeim, Já. alltaf mikið. Það er rétt. Voru ekki að tala um það að börnin ætla að fá að leika sér frjáls? Það er rétt. Fara allir í kollnís fyrst, sko. Hérna, já, við erum meðvitað að pæla mjög mikið í Gerplu og við erum búin að vera að taka okkur sjálf í gegn síðust ár út af því að við erum að reyna að læra og hugsa aftur. Þú veist, það sem að þótti einu sinni eðlilegt er kannski ekki eðlilegt í dag og hérna, við ætlum að taka þátt í því og síðast hérna fyrir 2 ára síðan þá ákvaðum við að fækka æfingatímum hjá það sem við kallum keppnisdeildir. Þegar börnin fara í 3. bekk þá fara þau inn í keppnisdeild sem þýðir það hérna, þá velja þau sig hvort þau vilja fara í hófimleika eða áhaldafimleika eða hvort þau vilja vera í svona sýningafimleikum, fimleika fyrir alla. Og við byrjum á því að okkur fannst svo mikið stökk að börnin sem voru að koma úr öðrum bekk. Við erum semst með það þannig í Gerplu að börn sem eru 5 ára, þau æfa 1 sinni í viku, klukkutími í senn. Þau sem eru í 1. bekk æfa 2 í viku, sem sagt 2 klukkutími í senn og annar bekkur æfi 2 í viku, 1,5 tíma. Þetta er meðvitað og þetta er búið að vera svona í mörg ár og þetta er meðvitað til þess að þau geti haft fleiri íþróttagreinar. Og við erum eina félagið í Kópavogi, ég ætla ekki að segja eina félagið, ég ætla ekki að alhæfa svona mikið, en við erum, greinandi sem við erum í keppni við, sem eru aðalega knattspyrna, keppni, við erum alltaf að keppast þessu börn, knattspyrna, handbolti, flest sem er í 1. og 2. bekkar með 3 æfingar á viku. Það er bara mikið og þetta er bara okkur að kenna. Okkur fullorðna fólkinu, okkur sem stýrum félagunum, þetta er bara rugl. Þetta er bara algjört kjaftaði. Það er bara nóg að vera með 2 æfingar á viku í hverju grein. Þannig að við gefum börnunum okkur tækifæri að æfa eins margar íþróttagreinar og þau vilja. Því þetta kostar líka peninga og tíma og hver er ekki vandræðum við að fá þjálfara. Þetta er líka gott fyrir félögin. Þá þarftu færri þjálfara eða færri tíma. En hvað var það keppnisdeildina? Þannig að þau voru að æfa 3 tíma í viku, svo fóru þau í 3. bekk í 4,5 og svo var í hóffimleikunum áttu að hoppa upp í 8 klukkutíma. Mæta 4 sinnum í viku, 8 klukkutíma í viku. Og þú ert í 4. bekk. Þegar þú ert í 4. bekk þá átt að vera í fleiri íþróttagreinum. Það kemst ekkert voða mikið meir í töfluna en að þú ert að æfa 8 klukkutíma og svo þarfst að sinna kannski vinunum og að læra að lesa. Þannig að við fækkuðum æfingadögunum 1 og þau æfa 6 tíma. Þannig að þau fara 4,5 upp í 6. Skiptir það máli í árangri? Engu. Þú erum búin að keyra þetta núna í 2 ár, skiptir bara engu máli. Foreldrar sáttir? Foreldrar voru ekki mikið að velta sig fyrir þessu. Þannig að við tókum þetta núna í áhaldafimleikunum síðasta haust, þá ákvaðum við bara að gefa foreldrarnum meira val. Þannig að þá kannstu skráðin í áhaldafimleika, þú kannst bara valið. Viltu hafa barnið 2 í viku, 3 í viku, 4 í viku og hvað viltu að æfa marga tíma? Og við skipulegum bara töflunni kringum það. Allt er þetta gert til þess að reyna að koma til móts við börnin þannig að þau fái að æfa fleiri íþróttagreinar. Og þar sem ég hef starfað líka í fjölgreinafélagi, því Gerplaði bara fimleikar með við 2000 iðkendur og brottfallið mest í 4. bekk. Brottfallið úr fimleikum, en þá eru þau líka að fara í aðra greinar því að flesti byrja í fimleikum því að það er svo góð grunnur. Og mér finnst bara frábært að koma þangað og fara svo með það veganesti inn í hina greinarnar, það er bara geggjað. En í þessum fjölgreinafélögum þá eru yfirþjálfararnir í sikkurri deildinni að rífast þessi börn og þetta er bara fárlegt. Þau eru bara með æfingar á sama tíma, það er bara fótbolta, handbolti, sami tími, sami dagar og börnin get ekki valið. Og við erum að krefja þeim að velja og þau eru 6, 7, 8, 9 ára. Já. Við fullorðna fólki þurfum að gjörsamlega girða okkur í brók og laga þetta og fræða foreldrarna í leiðinni að við þurfum ekki að æfa alla þessa klukkutíma. Og ég var mjög glöð með hana glæruna með og það er bara bannað að vakna klukkan 4 og fara að synda, bara kjafta því. Sammála því. Ég var svo þakklátt. Ég bara reið. Já, ég heyri það. En ég var að glæra þarna áðan, ég held að það sé bara heyr, að glæra þarna áðan með öllum fullt af íþróttagreinum og ég hugsaði bara, vá, hvað maður er þakklátur. Þetta hljómar þess að ég sé mjög þakklátt fyrir gamla tímana því ég veit að það var ekkert allt frábært þá. Ég held ég æfði
7 íþróttir. Ég prófaði 7 íþróttir af þessu voru einn uppi. Og þarna maður hugsa að í dag það bara vonlaust. Ég er kannski með sömu spurningu fyrir ykkur tvö, Vala og Sævar, að því nú erst þú út á landi, framkvæmdastjóri heils félags, fjölgreinafélags og þú ert íþróttafulltrúi hjá Val. Talandi áskorunir, hvað eru svona mestar áskorunir? Af því að Olga var að tala þessu erfitt að æfa margar greinar. Nú þið vantilega með þetta bara í fanginu fyrir utan kostnaðinn, sem nú mikið búið að tala í fjölmiðlum undanfarið. Hvað myndirðu svona segja okkur þú situr sem íþróttafulltrúi og það vilja allir bestu tímana og það vilja allir börnin. Hvað gerirðu? Sko, ég myndi allavega að segja að eins og hjá okkur, persónulega, ég getur henni bara tala fyrir það, að þá hefur þetta orðið miklu betra bara á seinustu árum. Allavega fyrir minn tíma hef ég heyrt að þetta hefur verið í rauninni bara bókstaflega rifrildi á milli deilda akkurat krakka eins og þú segir, en núna erum við virkilega að leggja áherslu á því í rauninni bara samskipt á milli deilda, deildirnar eru að vinna saman og það er í rauninni eina svona vandamáli sem kemur allavega upp hjá okkur er í rauninni ef að sérsamböndin er ekki að tala saman. Eins og það er sett handboltamót og körfuboltamót sömu helgi og þá erum við að setja í rauninni krakkana í þá stöð að þurfa að velja, sem er náttúrulega ekki gott fyrir neitt. Þannig að já, ég myndi... Sérsamböndin eru ekki ennþá svona, það vantar meira samstarf þar á milli? Já, ég myndi segja það að samtalið þar mætti vera betra. Ég samt heldur ekki segja að samtali innan allra félaga á milli deilda allt svoleiðis ég heldur fullkomið. Þú veist að auðvitað koma alls konar hlutir upp, sko, töluvert betra en það var. En við höfum líka verið að fá alls konar varðandi árekstur við aðra greinar sem eru ekki hjá okkur. Og það fer líka svolítið í foreldra, þú veist, af hverju íþróttafélögin get ekki aðlagað einhvern æfingatíma í fótbolta hjá barninu sínu sem eru í öðrum bekk við sko golftíma sem þau eru í einhvers þar allt annar staðar, jafnvel í öðru sveitafélagi. Þannig að, já, ég myndi segja. Það eru bara 24 tímar þessi sólarhring, veist. Sævar, sama svona spurning pluss kostnaður sem ég veit að þú hefur mikið spáð í. Já, ef ég skoða þetta aðeins þá held ég að svona fjölgreinafélögin reyni eftir besta magni í dag. Við erum öll aðeins að þroskast í þessum rifrildum. Að deila aðeins dögunum. Þú veist, fótboltinn er á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum, handboltinn hinna dagana og svo koll á kolli. Vissulega þegar þú kannski komin upp í 12 pluss þá fara æfingunum í fjölga. En ég held að menn séu aðeins að sjá ljósið í því að í yngstu árgöngunum 1. til 4. bekks að þá reynur að hafa þetta sitt á hvað. Þannig að þeir sem vilja stunda fleiri greinar ætti að geta, vissulega kemur svo upp eins og þú segir ef að einhver í golfi eða fimmleikum eða eitthvað slíkt að þá verða bara óumflýjanlega einhverju árekstrar. Kostnaðurinn sem hefur svo sem mikið verið í umræðinni undanfarið, ég held að þetta sé líka aftur að verða heimatilbúið vandamál af okkur sem samfélagi því að ef þú fer aftur nokkur ári í tíman að þá var mjög algengt að íþróttirnar hófust alltaf kl. 3 eða 4. Það var algengt að þeir sem störfuðu sem kennara voru með svona lausa viðvöru og tóku fyrstu æfingarnar og svo kom pípar eða málar eða eitthvað og tók æfingarnar kl. 5 eða 6. Við sem samfélag erum bara fann að kalla á það að það séu bara æfingar sem samfélag á skóla eins og ég kom inn á áðan. Þetta kallar á við sem íþróttafélag erum fann að ráða fólk inn í 100% starf. Við erum fann að ráða þú ert að þjálfa þessum flokk og vinna smá við eitthvað mótahald og svo framvegis. Það þýðir það að við erum í staðinn fyrir að borga bara sigga hérna úrsmið eða hvaða er 5.000 kall fyrir að mæta hérna æfingu, þá eru við komið fólki fulla vinnu. Þú veist, það þýðir að við þurfum að setja meiri kvöð á æfingugjöldin. Svo er fótboltinn fann að vera 11 mánuði, handboltinn 12 mánuði, þú ert ekki að fara á 2 turningar í handbolta heldur 5, þú ert fann að fara í 27 leiki í 4. og 3. flokki í fótbolta versus 10, þannig að þetta kostar allt, en þetta er líka það sem er verið að gera af samfélaginu. Þannig að þegar menn allt í einu með það, ég er nú farin að eða bara 400.000 kall í barnið mitt, já, vegna þess að það er farið að stunda 2 íþróttir og þú ert farin að taka þátt í 20-30 íþróttaviðburðum á ári sem áður voru 5, það bara segir sér sjálft að kostnaðurinn er að
auka samlega því. Við þurfum kannski öll að taka eitt skref tilbaka, en þetta hefur þróast þetta og trúið mér, það ekkert endilega við eða sjálfboðaliðarnir í íþróttahreyfingunni sem að dauðlangar alltaf að fjölga leikjum og viðburðum því að það er bara meiri vinna, sko. Já, meiri vinna, meiri sanna sjoppuvinna og allt þetta sem fylgir. Arnar, ef þú verður að byrja með autt blað í dag og þú mættir búið til kerfi upp á nýtt. Vá, það er... Hvað hérna, er eitthvað svona, ég veit þetta er stór spurning, en er eitthvað svona sem þú myndir strax segja, ok, þetta myndi ég byrja á? Autt blað í dag, ég fengi að teikna þetta upp á nýtt, að því við vorum að tala um kostnaðinn. Og við erum að tala um rifrildin sem við höfum verið að horfa á í fjölmiðlum núna þegar íþróttarhreyfingin kemur fram með eitthvað. Þá byrjuðum við strax á að skjóta hvort annað niður, þannig að það er mjög auðvelt fyrir ríkisvaldið eða sveitarstjórnina að segja bara haldið það fram að rífast, þið fáið ekki neitt. Autt blað, já, ég myndi vilja sjá íþróttir fyrir þá yngstu krakkan okkar alveg upp í 10 ára fríar. Og við myndum þá fá þá sveitafélögin og þann pening sem sveitafélögin að setja beint inn í íþróttastarfið í þann farveg, ekki að hlaupa undir með mígleikum og mestraralokum sem er að tapa peningum. Þar fríum við okkur þá líka frá umræðinu það að sé verið að fara illa með peningana sem að sveitafélögin er að setja inn í íþróttarhreyfinguna og við getum þá í afreikinu, þá er ég að tala um sérsamböndin, einbytt okkur enn frekar að því að fá fjármagn í þá afreiksstarfið og fengi frið til þess. Leiðilegt svar kannski, en það snýst um peninga sko. Svo myndi ég vilja þá að við myndum, við þá eigum að geta tekið það með okkur út úr þessu hér, að við fræðum þjálfara, við fræðum foreldra og við fræðum þá iðkendur líka þá bestu leiðirnar sem við höfum til dæmis verið að ræða einn dag. Það er að ná að stunda fleiri en eina íþróttagrein, það er að hafa gaman að þessu, það er að njóta þessu og vera með hæfilega pressu og þá stígandi í þessu. Og svo kannski í þriðja lagi myndi ég, eins og ég kannski kom aðeins inn á það er að ná þá í gegnum þannig samningu sveitafélögin þar sem við erum þá með íþróttaiðkun yngstu krakkan okkur fría, einhvers konar samstarfi við skólana og þá byrja á því strax sem heldur þá út í gegnum háskólagönguna þannig að íþróttir og skólagangan vinni betur saman. Ég var að hugsa um samanburðin, að því við erum alltaf að bera okkur saman, eins og þú talar áðan við Norðurlöndin. Hvar er samanburðurinn? Vitið við hvar við erum miðað við Norðurlöndin? Ef við tekum íþróttir, ef þú mátt velja einhvern að svara fyrir handboltan eða íþróttir eða hvað? Ertu það að meina í samanburði við skólana eða samstarfi við skólana? Nei, samanburði við æfingafjölda, kostnað. Nei, ég er nú ekki alveg með, ég er ekki með fjöldan, en ég veit, við vitum það alveg að til dæmis Ólympíutoppurinn í Noregi er ríkisstyrktur og það er kannski alltaf að það er einhverju fleiri sem að hafa þær pælingar og eru með þær tölur allar. Ólympíutoppurinn í Noregi er borgararíkinu sem er þá svona ákveðin reglið yfir þá afreksstarfi sem verður að vinna þar. Og það til dæmis er með puttana í samstarfi skóla og íþróttana. Já, einmitt, frábært að fá spurningu sval. Það var næsta spurning, já. Ég sá hérna í fundarbóðinu að það er sérstaklega talað að sér ástefna sé mjög góð fyrir okkur foreldra íþróttabarna. Hermann Valsson heiti ég og hef verið í meistaraflokksæfingu núna í hálfa öld. Ertu með góða spurningu fyrir þau? Já, ég er það. Það er varðandi mistök og slys sem verða hjá íþróttafélögunum og 113 japanski júdamenn hafa dáið eftir hengingar í júdó. Við höfum 2 svona atvik, ekki dauðsföll hér á Íslandi, sem voru hérna fyrir nokkrum árum. Það hefur ekkert gengið að fá íþróttarhreyfingar til að ræða þetta, horfast í augu við þessi slys sem hafa orðið og fá þess að þekkingu hingað heim. Hvað er hægt að gera til að fá íþróttaforystuna í samtalum þetta? Ok, nú erum við alltaf ekki með íþróttaforystuna beint hérna við, en Sævar? Ég held náttúrulega að við höfum alveg séð svona og bara mitt félag svo sem glímir við ákæra á sjálfboðaliða vegna slys sem varð í fjáröflun. Þannig að þarna vantar bara reglugerð eða aðstoð frá hinu opinbera gagnvart íþróttafélögunum. Því íþróttafélögin í landinu eru rekin sem almannaheillafélög
og eru með mjög lítið trygginganett á bakvið sig annað en bara heimilistryggingar iðkenda, þannig að þarna þyrfti hið opinbera að koma og stíga vel inn í íþróttahreyfingunni til hjálpar. Takk, Sævar. Ég sé að komin önnur spurning hérna. Já, komið sæl. Sabín heiti ég og sérfræðingur í hreyfingu barna. Mig langar að spyrja ykkur af því við erum að fjalla það núna það fyrir að vera sérhæfing snemma hjá börnunum okkar. Ekki til fyrirstöðu að þau kasti og grípi bolta í 5 leikum, frekar en fari kollins í handbolta. Þetta sé orðin ómikil sérhæfing meðan þjálfara líka. Ég skal bara, já, ég held það því að það raun allar greinar að rembast við sem jákvætt að hvað segir maður, mennta sína þjálfara, þú veist, meina fótbolti, handbolti, 5-leika þjálfara með aldeilis sína menntun. Þannig að ég ekkert endilega viss að þú myndir sjá á fótboltaæfingu hjá okkur aðlega sem við fórum að fara í gegnum einhver 5-6 stig í þjálfaramenntun sinni, byrja með kollnis og handahlaup þó það veri gott fyrir krakkan því að hann vill sá þjálfari koma í notkun þá menntun sem hann búinn að vera að læra. Ég vil bara benda á það því að því fleiri hreyfiferðir sem býð yfir, því betri verður í öllum íþróttum. Ja, sammála. Þess vegna fór ég með börnin mín í 5-leika, án djóks. En þetta ekki bara akkurat þetta innkomustig sem við erum að tala upp að 10-11 ára aldri þar sem við gætum þá verið í akkurat þessu og þá í samvinnu við sveitarfélögin og einhvern veginn samtvinna þetta við skólan að krakkarnir séu þessari hreyfingu til að byrja með sko. Voru ekki einhver félag sem að reyndu þetta eins og ég þetta eins og Já, og fleiri. Hafrún. Já. Bara að þetta kom upp. Já. Af hverju gekk þetta ekki upp hjá IR og þessum Ég bara man eftir, því ég var að vinna hjá IBR hérna í gamla daga og þá man ég að ég reyndi þetta. Ekki rétt Anna Lilja? Það ennþá þannig í dag eða? Já, Grindavík vestri. þetta gekk vel hjá Grindavík þegar Grindavík var bara með 1 gjald og mátti stunda allar íþróttir. Ok, flott. Takk, frábært, vel gert bara, já. Ég man bara með það að IR var svona það fyrsta félag sem ég myndi sem að byrjaði með þetta. Geggjað. Ísafjörður, en þá. Sjá það, það alltaf einhver að gera þetta. Hafrún. Já, þetta bara aðeins, kannski framhaldum Addi var að tala samþættingu skóla og íþrótta og svo líka hvað þeir eru að tala aukna afreksvæðingu og svona race to the bottom. Og ég í fyrsta lagi algjörlega sammála Adda að við verðum að gera betur í samþættingu skólakerfis og íþrótta. Það verið að gera mjög góða hluti á ákveðnum stöðum í skólakerfinu en þetta þarf bara að vera heilt yfir alls staðar. En þetta ekki, þú veist, þetta svona allavega two-way stream. Skólinn og íþróttafélögin, skólinn og svo náttúrulega sérsveitarfélögin líka. Og eitt af því sem ég hef áhyggjur af í íslensku íþróttalífi, sérstaklega boltagreinunum, mér langar að fá eitthvað skoðun á þessu, að við séum einmitt í þessu race to the bottom og gerfi einhvers konar atvinnumerki. Við erum með meistaraflokk, þetta sérstaklega kallanir, við erum með meistaraflokkskalla, þar sem við erum með einhverja sem með milljónum mánuði, þeir eru kannski 3-4 í efstu deild og svo erum við bara með krakkar sem í skóla eða fólk sem þarf að vinna. Og það orðið eitthvað rosa flott að æfa á morgnana eða daginn. Og þá eru íþróttafélagin og mitt félag ekki neitt sérstaklega saklaust af þessu að við erum að taka krakki framhaldsskóla og láta þau vera á æfingum klukkan 10 á morgnana eða 11 eða eitthvað og það skiptir engu máli hvað skólinn tilbúin að koma til móts við þau munu ströggla. Þetta líka komið inn í körfuboltann og aðeins inn í handboltann. Og þetta á eitthvað svona hugmyndum það við sem að gera rosalega vel og búa til rosalega gott umhverfi. En erum við ekki bara að þetta gott fyrir þjálfara, þetta gott fyrir þess að 3 eða 4 sem eru með þennan pening og við erum að trufla framtíð hinn. Allt af því við erum svo mikið professional. Og erum við ekki bara í ruglinu og akkurat að fara þessa leið sem erum verið að lýsa hér og verði fótboltinn eitthvað eða körfuboltinn eitthvað betri en þessu? Kannski... Og alltaf verður þetta kallar afreksæfingar. Já, Sævar og Andri. Já, ég sá þú horfið svo mikið á mig. Sko, já, ég skal
Ég held að stóra máli í þessu sé að við pínum sem íþróttahreyfing þorum að horfa í speil og svo kannski rétt upp hönd og viðurkenna hvað við erum. Í dag viljum við á tyllidögum vera fyrir alla og helst að þessi yngri, en svo þegar við ferð inn á stjórnarfunda þá snýst þetta árangur og vinna og vera professional. Fjármagn í íþróttahreyfingunni á Íslandi komið í milli 30 og 40 milljarða á ári, þannig að það er það, við skulum bara rétt upp hönd og viðurkenna það líka. Þannig að við þurfum pínu sem íþróttahreyfing að fara að þora að segja, heyrðu, það er afreksvæðing, það er atvinnumennska, því að hálf atvinnumennska er ekki lengur til. Það eru 5 hjá sem eru með 1 milljón, en svo eru næstu 12 kannski með 500-700 skall. Þú veist, þannig að þetta er að vera komið. En við verðum að þora að skilja á milli. Þú veist, við ætlum að standa fyrir ákveði í barna- og unglingastarfi og það má ekki blanda þessu sama. Það má ekki leka fjármagn á milli. Þú veist, það þarf að vera hreinu og þá getum við sett fókusinn á það sem við viljum í barna- og unglingastarfi, að það gangi upp. Ef það er einhverju draumar hjá örfáum aðilum að vera með afreksstefnu hinum megin, þá þarf hún að vera alveg sér á báti og vera greidd fyrir að þar lendi, þú veist, fjármagni, ekki af fjármagni sem er að koma innan á félaginu á annan hátt. Og það er rosalega mikilvægt að við þorum bara að viðurkenna, þetta er því miður er ákveðin lína innan íþróttana að fara í þessa átt að þetta sé atvinnumennska. Því miður. Ég bara líka hugsa, er það réttlætanlegt þegar við tökum mjög efnilega 16, 17, 18 ára krakka og segjum þið þurfa að mæta á æfingu klukkan 10 á morgnana alla daga vikunnar? Nei, en þú veist, þarna kemur aftur það sem Addi kom inn á áðan, að þessi sem eru þessi 1%, við sjáum þetta í Skandinavíu allt í kringum okkur, þar eru þau sem eru komin á samninga hjá meistaraflokkum, þau fá að taka framhaldsskólann á 4 árum, 5 árum og fá þá þessa eyður til þess að vera afreksmaður. Ég er ekki að segja að það sé rétt, en ef við ætlum að gera þessa leið, þá verður að taka tillit til þessara einstaklinga. Það þýðir ekki gera og Addi kom inn á þetta, það þýðir ekki að segja, heyrðu, þú átt að mæta á 8 æfingar á viku eða hvað það er sem afreksmaður, en þú ert ekki að gefa neitt eftir í skólanum og þú ert helst að vinna með til þess að eiga fyrir því sem þú ert að gera. Þannig að við verum að þora að taka þau samtali alla leið, að það er semi-atvinnumennska hjá ákveðnum aðilum og þá verður þá líka, því eins og við vorum að tala á þann, að skólinn og íþróttahreyfingin, þá verðum við þess að félagið að koma inn í að þora að tala við skólan að þessir einstaklingar fái smá undanþágu. Og eitt sem komið aðeins áðan varðandi mismunni í Skandinavíu hjá okkur, að í Skandinavíu þá er rosalega algengt og upp í 10 ára aldur þá er ekki professional þjálfarar, það eru bara Siggi frændir að þjálfa 4. flokk eða hvað það er, eða upp í 10 ára aldur. Hérna höfum við lagt mikla áherslu á að vera með menntað þjálfara upp og niður. Sko. Þú með spurningu? Arnór frá Lyftingasambandinu. Það er að fá svona eitthvað hugleiðingar á mínum hugleiðingum, varðandi þessi yngstu börn. En við þurfum að nefna líka að við séum komin í mikla svona markaðsvæðingu og þá er ég að meina varðandi það að stunda fyrir eina grein, eins og bara gögnin sína með óhyggjandi hætti að leiði til minna brottfalls stunda 2 eða fleiri og þá myndi einhver hugsa hvað erum við að gera? Af hverju leggjumst við ekki öll á við ætlum þessa leið af því að gögnin sína það? En við í hreyfingunni erum mjög tilfinningabundin, við tökum ákvarðanir út frá tilfinningum og þetta tökum það ekkert úr íþróttunum, en við verðum að standa betur saman í þessu að nú er að koma gögn og þá þurfum við að flykkjast á baku þau að taka ákvarðanir út frá því en ekki út frá einhverjum yfirþjálfara eða einhverju barna- og unglingaráði sem er í 1 ár og leggur til við gerum þetta svona hinsegin. Sjálfsögðu þá erum við almannaheillafélög og við erum bundin af því að við séum sjálfboðaliða og kostnaðarstjórn og allt slíkt. En hvernig við erum að tala um að reyna að fækka æfingum, svo erum við bara með grilljón yngri flokka móti fótbolta. Þú ert í 8. flokki farin að æfa 2 eða 3 og foreldrar með þetta 5, 6, 7 mót, svo allar hann verið handbolta líka. Hver stýr? Hvar ætlum við að bremsa? Af því að ef við spyrjum foreldrana, þá elta þeir bara það sem að eitthvað segir. Þau eru ekki að fara út, við þurfum að
við þurfum að taka fyrir hendina á foreldrunum og fræða þau og segja en svona er þetta, af því við erum með vísindi, við erum með fræðimenn og við þurfum að taka ákvarðanir byggðar á gögnum og staðreyndum, en ekki af því að ég svo kapsfullur og þetta svo geggjað að ég ætla að fara að bjóða upp á hérna að ég er með þjálfara sem vil geta greitt fyrir, þá fara hann að geta verið með 3 tækninámskeið og ætla að bæta þeim ofan á 15 flokkin í fótbolta. Það eru hérna 4 æfingar og svo tækninámskeið hérna 2x6 vikur yfir tímabili og það kostar, þú veist, mikið. Já, heldur við. Já. Við könnumst allir rosalega vel við þetta þegar póstandi kom að segja, herru, við ætlum að hafa þetta tækninámskeið, eða fyrir ekki afrekstækni eitthvað. Var eitthvað sem vildi segja eitthvað við þessum hugleiðingum? Er það bara, þið þurfið þess ekki, það er bara meira... Nei, þetta er það erfiða í þessu. Þetta er stóra verkefni okkar í dag. Við erum með klárlega gögnin á bakvið okkur, við erum búin að vera að fylgjast með þeim inn í dag, hvað er best að gera, en svo erum við bara í business. Svo er þetta bara sko milljarða business sem er hérna á sömu blaðsíðu og við sko. Og það er bara erfitt að eiga við. Fótboltinn sem dæma, þú nefndir hann, þú veist, þetta er vinsælst íþróttagrein í heimi og það sko, það er varla til stærri business orðið heldur en fótbolti. Og ég veit alveg að krafan frá FIFA eða UEFA eða hvað þessi samband þetta heita, þær eru orðnar ansi, það eru miklar kröfur settar til dæmis bara á KSÍ eða knattspyrnufélögin almennt. Og þeir eru ekkert endilega sammála þessum rannsóknum sem við erum að vitni. Þar er jafnvel bent á að það borgir sig jafnvel að byrja sérhæfinguna bara aðeins fyrr. Það borgir sig að gera hlutina allt annan hátt. Og á bakvið það, þessar leiðbeiningar koma svo kannski bara 300 milljónir. Gerir þetta svona. Olga, ég sá að það kom svona svipur á þig. Nei, þannig að þetta er bara, ég er algjörlega sammálaður. Þess vegna segi ég sko, svarið við þessu kannski er að reyna að gera þetta einhvern veginn í gegnum sveitarfélögin og þá er aðgreiningin frá meistaraflokkunum nauðsynleg. Þannig að við séum þá að setja upp í samvinnu við sveitafélögin og skólana þetta íþróttastarf fyrir yngstu krakkan okkar, það sem fjölbörnin er þá í fyrirrúmi og allir geta verið með. Svo getum við einbeitt okkur að séræfingunni seinna. Olga, bara alveg stutt. Já, ég veit, 3:30. Hérna aftur, þetta er bara okkur öllum að kenna og okkur foreldrunum líka því að hérna með hennan business tengdasonur systur minnar, hann sagði við mig helgina hérna ég komst í stjórn knattspyrnudeildarinnar og ég er orðin gjaldkeri. Ég sagði, komstu, var eitthvað keppni að fara í stjórnina? Nei, ég meina ég var sóttur til þess að komast í stjórnina. Ég bara, já, ok, og hvað? Ég bara veit ekki hvað ég á að byrja. Og hvað meinar þau? Já, þú veist, það koma bara alltaf einhverjir, oftast pappar, sem er í einhverjum meistaraflokksráðum og í einhverjum stjórnum og þeir ætla bara að rífa upp meistaraflokkinn. Og þeir eru bara út í bæ og er að skuldbinda einhverja þjálfara og einhverja aðstoðarþjálfara og markmannsþjálfara og styrktarþjálfara og eitthvað. Og framkvæmdastjórinn er ekki einu sinni með aðgang að bankanum. Það veit enginn hvað þetta er mikil peningur, það veit enginn hvað við fáum í fasta styrki. Ég veit ekki neina samninga og ég fór bara inn á Gerpla og kíkja ársreikninginn, djöfull er þetta stórt félag. Getur hjálpað mér? Og hann var bara í sjokki. Og þetta er bara ungu maður, bara á 2 lítil börn og hann fengið inn í þessa stjórn eða náði að komast í þessu stjórn eins og hann sagði fyrst og hann er bara í sjokki og hann sagði bara þetta er bara vandamál, það kom bara einhverjir kallar og þeir eru þarna í 1 ár og þeir búa bara til eitthvað samninga og svo er ekki til henni peningar og svo bara sjóðurum búinn og framkvæmdastjórinn veit ekkert hvers peningurinn fór en hvað þá með yfirdráttir? Já, hann er í maxi þannig að þú veist, þetta er heima tilbúinn vandi og svo fer þetta fólk bara og það kemur bara einhver önnur stjórn, einhver lokkari stjórn gaman, getur lyft upp meistaraflokknum? Já. En hvað svo? Svo banka bara einhver heima hér, fyrir ekki knattspyrnudeildin er farin á hausinn. Þú ert ábyrgur. Í alvöru. Þetta þarf að aðgreina frá öllu barnastarfi, það er bara lykilatriði. Ég held að við séum öll saman á það. Það var langar ofsalega mikið að segja, en það var nú búin að segja mér að stoppa. Nei, ég ætla bara að segja þetta, svona smá ráðlegging, ég er búin að vera svo lengi í þessu. Í mínu félagi þannig að ég er framkvæmdastjóri hjá öllum deildum og það fær engin nema ég að skuldbinda félagið. Það má engin stjórnarmaður í unglingaráði eða knattspyrnu eða handbolta eða blaki eða fimleikum gera einn ráðningarsamning nema mitt nafn sé á honum. Og þannig verður hierarkían að vera hjá íþróttafélögum að það er
framkvæmdastjórinn sem kvittar á samningana, þannig að menn lendi ekki í þessu eins og Olga er að lýsa, því að þetta er ekkert einsdæmi að sá sem kemur nýr inn í stjórn og er plataður í stjórn eða kannski ekki vinnur það, að hann situr bara uppi með svartabjötur og veit ekkert hvað er verið að gera. Nei, maður hlæra þegar maður kannast ómikið við þetta og hérna, já. Ég er að hugsa að segja takk við ykkur. Ég vil segja takk við ykkur sem komið inn í dag og takk fyrir þau sem héldu utan þessa ráðstefnu. Við erum ég, Olga og fleiri hérna inni erum að fara á framkvæmdaráðsfund í ISÍ núna klukkan 4. Það verður gaman. Maður hefur svona mikið að segja og hérna, ég er að spáði að koma með eina tillögu á þessu fundi. Ég er búin að horfa á hana bannir í allan dag, ISÍ-bannirinn, og ég hugsa, af hverju erum við með fyrirtæki á þessum bannir? Af hverju stendur ekki íþróttir fyrir alla? Eða eitthvað, Sports for Life, þýðum það eitthvað neginn. Þannig að það er mín tillaga í dag á framkvæmdaráðsfundi. Þannig ég segi takk fyrir mig og takk þig sem stóðu að þessu.